Komið í sértilis, blessaðar og sælir áhundi góðir og veru velkomnir í lífið. Björn Þorláksson verður með kvikuna hér á dagskrá Hringbrautar eftir svo sem eins og hálftíma. Sirrí kennir fólki borðsíðina eftir 15 mínútur eða svo. En við ætlum að byrja hér í þessu húsi fyrir aftan Þjóðleikhúsið sjálft, þar sem leikhópurinn Stuna, Stefán Hallur og Una Þorleifs að æfa nýjan einleik sem á örugglega eftir að vekja mikla athygli. Hér í kjallarunum á Íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar verið að æfa einn af einleikjum sumarsins eftir argentínskt leikskáld sem enda býr á Spáni, Rodrigo García. Ég vil frekar að Goya haldi fyrir mér vöku en einhver djöfusins fáiði, langur titill, en það að vísu bara einn maður sem leikur í verkinu og Una Þorleifsdóttir, þú ert leikstjórinn. Þetta verk, að mínu viti og örugglega fleiri, hittir beint inn í íslenskan veruleika. Já, gerir það. Það náttúrulega fjallar mann sem á einhvern veginn búinn að missa tökin á lífinu út af efnahagslegum ástæðum og andlegum, tilfinningalegu og efnahagslegu óöryggi og stöðleika og sem kannski endurspeglast í þessum aðstæðum sem við þekkjum héðan á Íslandi og þetta var frumsýnt 2010 og skrifa náttúrulega á spænsku náttúrulega í þeim aðstæðum sem voru á Spáni á þeim tíma Sem var kreppa, ekki ósvipuð því og átti sér stað hér, mikið atvinnuleysi og svona óstöðugleiki í samfélagi og þannig að við hittum fyrir mann sem á þessum stað, hann andvaka, það heldur allt fyrir honum vöku í samfélaginu og hann finnst hann einhvern veginn ekki ráða við þær aðstæður sem hann í, getur ekki staðið undir þeim kröfum sem eru gerðar til hans og hann ákveður að reyna að leita sér einhverjar upphafinnar lausnar og sér það í Goya. En þetta maður bara einfaldlega sem að kikna inn í þessu upplýsingaflæði samfélags, þessu ælefa áreiti samfélagsins og það svolítið erfitt að vera einn í mjög svona mikil virku samfélagi. Við finnum þetta bara flest hér heima líka á Íslandi. Já, algjörlega. Og ég held að þetta snúist svolítið við erum náttúrulega endalaust yfir það setja okkur upplýsingar, öll samskipti sem við eigum á einhvern hátt kannski ekki það sem við kalla raunveruleg, heldur einhvers konar miðlunarsamskiptum í gegnum einhverja miðla eða í gegnum einhver tæki. Við erum öll að leita einhverju upphafnu, einhverju sönnu, jóga, ferðir til að fjallgöngur, annað til þess að tengjast einhverju. Sem raunverulegra heldur en þessi heimur sem við kannski búum í, sem líka gerir kröfur að við eigum hluti og notum launin okkar til þess að eignast það nýjasta nýja. Og það svolítið kannski staðan sem hann á, sem hann kiknar undan, Og klisjuspurningin á þetta leikrit erindi við Íslendinga, hún gengur algjörlega upp í þessu tilviki. Já, ég myndi segja það. Ég held að við á mörgum plönum tengjum við það. Bæði þessari leita að einhverjum raunveruleika og einhverjum raunverulegum samskiptum og raunverulegum upplifunum. Við erum alltaf líka, það alltaf að reyna að selja okkur upplifanir. Það upplifun að eiga bíl og það upplifun að drekka kaffi og hvað þá eitthvað svona raunveruleg upplifun svona andleg upplifun, Og þessi titill alveg dásamlegur, ég heldur að Goya haldi mig fyrir vöku heldur en einhvern djúfis fáiði, það var allar maður getur haft þetta eftir. Já. En hann finnur sjálfan sig í Goya og bara einfaldlega brýst inn í listasafn. Já, það er það sem hann ætlar sér, hann leggur að staði för með sinni sína 2 til að fara að brjótast inn í Prado listasafnið í Madrid til þess að sjá svörstu verkin hans Goya. Og það eru verk sem Goya að mála á síðasta rétt áður en hann deyr í lok ferilsins. Og hann málar þau sem einhvers konar mótsvar við því samfélagi sem hann býr í, Goya, þetta eru svona mjög dökkar myndir og fólk frekar svona afmyndað og það eru svona fljóta svolítið á hvað heitir þetta? Striganum. Já. Og þannig að hann sér eitthvað samsvörun í Goya og í málverkunum og hugsar væntanlega, ef ég fer þangað, það er raunveruleg upplifun, það er eitthvað andlegt. Synirnir vilja hins vegar fara í Disneyland. Hér á fremsta bekk situr Stefán Hallur Stefánsson, einleikari. Þetta er náttúrulega ekki einleikið? Nei, segðu. Heldur betur ekki. En hvernig er að leika einn, hafa allt leikverkið á herðum sér? Það er mjög áhugavert, Það er ekkert endilega eitthvað neikvætt eða íþyngjandi eða eitthvað svoleiðis og þetta er bara einn póllinn af þessari vinnumann sem leikari er að prófa sig áfram með formið og svona vinna sig áfram út úr hinum og þessum
verkefnin sem hann sett fyrir hverju sinni og þetta bara eitt af þeim, sko. Ég spyr eins og leikmaður, ekki erfiðar að muna allan textan þegar maður veit að það ekki á neitt annan að treysta? Já, þú getur allan ekki kennt neinu með öðru, sko, það alveg á hreinu. Þannig þetta bara ég get bara blamera sjálf á mig ef eitthvað kemur upp á. Og ertu þannig að muna textan? Já, hann að detta inn, sko. Já. Þetta mjög skemmtilegt verkefni að takast á við, sko. Hvernig gerist það í lífi leikara að textin tikki inn? Kemur hann smám saman eða bara allt í einu? Góð spurning. Ég var einmitt að spá þessu með þetta verk af því að það virðist svona, hefðbundnu aðferðir virðist ekki alveg kannski vera að skila sér eins og þær hafa gert í gegnum tíðan þegar þú hefur einhvers konar, eins og ég segir svona bounce frá annarri línu eða þannig og þetta svona, maður búin að þurfa aðeins að þenja út svona leiðirnar. Til þess að koma þess inn í sig. Hvað getur leikari leyft sér mikið með textan? Verður hann að fara 100% eftir honum eða getur hann svona sett inn ákveðin blæbrigði? Fer hann eftir verkinu hverju sinni og leikstjóranum og fólkinu alltaf í kringu verkefni. Hversu frjálslega má fara með textan. Oftast hann frekar heilagur, myndi ég segja. Og ég nú frekar kannski á þeirri línu að fylgja honum eftir frekar allavega svona auðvitað til að byrja með, þú veist, dálítið blákall, sko, og treysta textanum, sko. Það nú oft ágætislegs, já. Ég talaði við Unu áðan þetta leikverk og við getum sennilega öll verið sammála það að þetta svona endurómar mjög vel á Íslandi. Já, alveg ískyggilega mikið, sko. Þetta eiginlega bara óþægilega Ísland. Eitthvað svoleiðis. Það eitthvað svoleiðis. Maður verður að hugsa aðeins og endurspegla sjálfan sig í þessum raunveruleika sem við búum í á aðeins annan hátt eftir að vera búin að kafa hann í þennan heim, sko. En, þú veist, við erum náttúrulega bara alltaf að díla við lífið. Þú veist, hann að gera það líka á sinn hátt, þessi maður. Og þessi maður, karakterinn sjálfur, hann trúverður? Heldur þetta að sé persóna sem við getum hitt út á götu bara eftir 15 mínútur? Já, því miður, kannski, sko. Hann allavega, sko, það sem hann að díla við að hann ekki alveg að höndla, þú veist, þennan raunveruleika sem honum finnst hann búa við og grípur til aðgerða sem að, þú veist, við myndum kannski ekki gútera sem einhvers konar samfélagslega góðar, en ég veit það ekki. Ég veit ekki hvert svarið sko, en við verðum allavega að halda áfram að leita að því svarinu, ef eitthvað er. Þegar þú setur því svona stellingar, verður þessi persóna, vaknar stundum á mótnana sem þessi persóna sem þú átt að leika? Nei, guð ánáttur. Þú skilur vinnum eftir. Já, ég reynir mitt besta til þess, sko. Nei, ég verð nú ekkert mikið til að ferðast mikið með þessu manni, eins og í þessu ásíkomulagi sem hann er í núna. Hann er örugglega fínn gæi, svona bara, þú veist, eins og gengur að gera. En takk fyrir, ekki svona dagstælega? Nei, ég myndi ekki segja það. Ekki svona, ég myndi ekki fara með honum í sund, sko. Nei. Hvenær og hvar ætlið að sýna þetta? Við ætlum að sýna þetta á Akta-Lón-hátíðinni núna í ágúst 13. og svo förum við með þetta inn í Þjóðleikhús í október. En er ekki glettilega erfitt að leikstýra einu manni? Oft sér maður fyrir sér sviðið fullt af hreyfingu, fullt af fólki, fullt af leikmynd, fullt af áreiti, en þarna verður að treysta á einn mann. Það er kannski ekki erfitt, en það er bara öðruvísi, samtalið er alltaf öðruvísi, menn sem við erum að mestu leyti bara 2 að vinna. En, nei, það er bara annað, sko. Það er ekkert, það er svona verður ekkert með önnur svona, annar taktur í vinninni og svona önnur nálgun aðeins. Það sem að við erum bara 2 og það er ekki svona, það maður er ekki að hugsa marga, við erum bara að hugsa hann. Og Stefán Hallur þokkalega meðferðilegur? Mjög. Eins og Leir? Eins og Leir, algjörlega.